Góðan aðan og velkomin í Pennan Eymundsson Austurstræti. Við skulum fara í bókahornið. Í þessum þætti ætlum við að fjalla einhverja merkilegustu bók sem hefur verið að koma út síðustu daga, Glæpur við fæðingu eftir Trevor Noah. Helga Soffía Einarsdóttir ætlar að setjast inn hjá mér eftir andartak og fjalla þessa mikilvægu bók. Við ætlum líka að fá Hjálmtýr Heiðdal, kvikmyndagerðarmann, til að segja okkur frá heimildamyndinni sem endaði sem bók, Íslandsstræti í Jerúsalem, og segir af því hvernig Íslendingar komu að stofnun Ísraelsríkis. Merkileg heimildabók. Og Trausti Valsson, skipulagsfræðingur, kemur til mín í seinni hluta þáttarins og ætlar að fjalla sitt höfundaverk, skipulagsfræðin á Íslandi. Hvað höfum við gert rangt og höfum við gert eitthvað rétt í þeim efnum? Eftir andartak byrjum við á Glæpi við fæðingu. Byrjum þáttinn á þessu sinni á einni merkilegustu bókinni sem að koma út á Ísalandi þessi dagurinn eftir Trevor Noah sem margir þekkja úr Daily Show í Bandaríkjunum, Glæpur við fæðingu, og titillinn eiginlega bara svo sannur að það hálfa væri nóg. Helga Soffía Einarsdóttir sest hérna hjá mér sem hefur þýtt þessa bók eins og nálega 30 aðrar held ég. Til hamingju með þessa þýðingu. Takk. Segðu mér aðeins frá þessari bók vegna þess að hún eiginlega öðruvísi heldur en flestar aðrar sem eru sjáanlegir í bókabúðunum þessa dagana. Já, þetta eiginlega svona ævisaga hans, en á sama tíma kannski hann líka að fjalla aðskilnaðarstefnuna í Suður-Afríku. Hann sem sé fæddur í Suður-Afríku á tímum aðskilnaðarstefnunar sem ennþá var. Já. Í aðstæðum sem eru nánast bannaðar, eða bara hreinlega bannaðar. Já, þetta eiginlega, maður sér hvað þetta absúrt, pappans hvítur og mammans svört. Og það mátti ekki? Og það mátti ekki. Þannig að það var bara ólöglegt, þannig að hann í rauninni, hann bara glæpur. Aha, við fæðingu. Sem fræming, já, og glæpur við fæðingu. Og mammans stórmerkileg manneskja og þetta eiginlega svolítið líka kannski svona óður til hennar. Aha, einmitt. Og hún ákveður að þrátt fyrir allt að halda sínu striki. Einmitt. Og í rauninni lýgur til hvaðan hann kemur og fær einhvern veginn. Það er ótrúlegt hvernig hún nær að spila á kerfið. Að halda honum, en þetta er alveg, hans æska svolítið markur af þessu, því að ef það upp hefði komist, þá hefði hann verið tekinn af henni og settur á munaðarleysingjaheili. Senurnar í þessari bók eru með ólíkindum margar hverjar. Já, og hann það sem ég fann svo merkilegt við þessu bók, að þetta er mjög erfitt og eldfimt umræðuefni, en hann gerir þetta svo vel. Hann er mjög fyndinn og þetta skrifar þetta svona, því að hann er náttúrulega líka uppistandari. Jú. Ungur maður, fæddur 1984 ef maður rétt. Já, en hann er svo flugklár og þetta er svo rosalega beitt analýsa, einhvern veginn. Hann er þjóðfélagsrýnir í eðli sínu. Algjörlega. Og er mjög flinkur eins og fólk sem horfir á Daily Show. Hann er mjög naskur í því. Já, Trevor Noah. En hvað kom sjálfur þér mest á óvart við að þýða þessa bók vegna þess að mín tilfinning er svo að maður bara verður oft á tíðum reiður. Já. Við að lesa hana? Ég las hana áður en ég fekk þetta verkefni, þá var ég búin að lesa þessa bók. Ég ólst upp í Austur-Afríku og einmitt þá var mjög mikið, þá var aðskilnaðarstefnan niðri í Suður-Afríku. Og þannig að leið að hún kom út, þá var ég meira út hana að lesa hana. Og það var einmitt bæði reiður, en svo líka skellti maður líka upp og hristi hausinn. En það sem kom mér á óvart þegar ég byrjaði að þýða, að þau héldu þetta ekkert mál þegar þær báðu mig það, var hvað það var erfitt. Og kannski erfiðar en bara flest af því sem ég gert. Af hverju? Vegna þess að kannski bæði það er þetta mál sem er einhvern veginn svona næstum því kærulaust, en það mátti samt ekki missa því við það. Og íslenskan er miklu svona fastari í til dæmis sínu ritmáli. Maður var að passa sig að vera ekki óformlegu líka því að það er þessi húmórin verður að fá að vera. Og svo er náttúrulega fullt af þessum hugtökum sem við eigum ekkert. Yfir eins og townships og þessi,
Og svo kemur inn í þetta líka, hérna, þegar hann að gera grín að því þegar hann 19 ára og þeir eru allir í hip-hop menningunni amerísku. Og þá kemur alltaf ameríska hip-hop-slandrið inn líka og þetta var ekki hausverk. Og hversu langt ég mátti ganga í því að svona þvinga, sko, hérna, þvinga það inn. Prófarkarlesarinn einmitt, hérna, hann fekk alveg nóg á einum stað, sko. En það lítur að hjálpa þér, Helga Soffía, að hafa alist upp í Austur-Afríku verandi að þýða þessa bók? Já, sko, já, kannski að því leyti líka bara, það er bara hvað ég hefði gaman að því og mikinn áhuga á að einhvern veginn skila þessu líka, einhvern veginn. Og svo bara það að maður náttúrulega veit alveg hverju hann að lýsa. Þannig að lýsa hérna, aðstæðum og svona, það eins og sumir brandarar sem að ég ekkert viss að allir ná, sem að ég hló mjög mikið að, sem svona mjög afrísk fyrirbæri, sko. Nú held ég áhorfendur sig að drepast og forvitni, hvað dróð þig til Afríku? Pabbi og mamma fóru til bara Afríku þegar ég var 5 ára og var að vinna þar við þróunarprojekt sem var 10 ára projekt. Einmitt. Og þú fylgdi með? Ég fór með bara, ég var náttúrulega bara, maður bara farangur, sko. Þannig að, hérna, en það var, já, þannig að það ég alveg, og það mjög ríkt í mér, sko. Ég nýkomin, ég fór aftur, fór í brúðkaup til æsku vinkonu minnar. Ég bara nýkomin tilbaka eiginlega. Og hvers konar Afríka í þér? Sko afrískur taktur, afrískur matur, afrísk sýn? Já, já, allt, sko. Hérna, já, ég held ég var eitthvað að pæla í þessu ger. Sko, það alltaf, mér finnst það alltaf vera svona grunnurinn. Þannig að ég ásöldi til að horfa á bara Ísland og þess að ég er búin að vera hér náttúrulega mjög lengi. Þá segi ég það samt aðeins svona. En getur maður alhæft Afríku? Er þetta ekki óbóðslega breytileg álfa? Jú, og það, hérna, það náttúrulega margt sem líkt, alveg sem maður getur sagt Evrópu. En það náttúrulega mjög ólíkt, bæði bara innan lands, þetta eru gríðarlega stór lönd líka og auðvitað á milli landa. En það náttúrulega alveg allt en það náttúrulega ekki alltaf rétt. Bestu óskir velfarnaðar þessara bókar sem margir þurfa að lesa. Já, hún skemmtileg og ég held að hún sé líka bara mjög upplýsandi. Já, ofsalega þörf. Já. Glæpu við fæðingu eftir Trevor Noah. Til hamingju með þýðinguna. Takk. Förum hérna til Ísraels, nánar tiltekið til Palestínu eftir andartak. Þá ég aðeins búinn að skipta Ham og ætla að fjalla Íslandsstræti í Jerúsalem, nýja bók eftir Hjálmtýr Heiðdal sem sestur hérna hjá mér til hamingju með Kverið. Þessi bók átti í rauninni að vera bíó í byrjun, svona heimildamynd. Já, þetta sem sagt upprunalega verkefni sem ég ætlaði að gera heimildamynd undir sama titli. Ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Já, og bakgrunnið þess og þátt Íslendinga. Einmitt. Og ég byrjaði sem sagt 2010 og reyndi í 6 ár. Fekk 9 sinnum nei og það vonandi Íslandsmet. Já. Og ég hætti við 10. skiptið af því að ég hugsaði að það myndi standa þetta met. Já. Og þá sem sagt vinur minn sem sagnfræðingur og ég hef unnið með kvikmyndagerð, hann benti mér á að ég væri nú komið með svo mikið efni í hendurnar að það verði ráðlegt að skrifa bók. Sem aðkomu Íslendinga að stofnun Ísraels ríkis, ef svo má segja. Já, það titillinn segir að það Íslandsstræti í Jerúsalem og Íslendingar veit ekkert það. Nei. Og ég vissi ekki það sjálf. Nei, maður veit Íslandsstrætin í Íslandslandunum. Já, Íslandstorg og allt það. Og ég fer sem sagt að kanna það, að allir þekkja sögur Thor Thors og allt þetta. En hvernig það gerðist í raun, hvað var það sem að Sameinuðu þjóðirnar rauninni gerðu og þessi samþykkt Sameinuðu þjóðanna er reyndar bara tillaga, þeir hafa ekki sko rauninni, þeir hafa bara tillögurétt að þingið þarna. Í rauninni brýtur mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna alveg bak og fyrir. Og á það var bent á sínum tíma, en Íslendingar eru þarna í rauninni komnir í í fórustum að segja, gegnum Thor Thors,
að vinna að því að þetta verði samþykkt og á endanum tókst það og Thor sem sagt frummælandi, hann flytur ræðuna sem að eftir all nefndastörfin og allt bakteildamakkið og þvinganir og eitt og annað, þá kemur það í hans hlut að flytja þessa ræðu og þá segir hann, það þýðir ekkert að reyna sættir, það er búið að reyna það verður bara að taka ákvörðun og það er náttúrulega mjög skrítið að reyna ímynda sér að hægt að finna sættir að ein þjóð afhendi meirihlutana af sínu landi til fólks sem er nýlega bara aðkoma fólks. Og eins og hann Björn Þórðarson sem var forsætisráðherra Íslands 42-44, hann segir í bók sinni Gyðingar koma heim að landið var opnað vissum hluta útlendinga. Hann segir bara útlendingar. Hann er alltaf lagaprófessor og þekkir þá sögu, þó hann væri mjög hrifinn af Gyðingum og dáðist að dugnaði þeirra. En þá sá hann náttúrulega lögfræðilegu hliðina á þessu og það er kjarninn málsins að Sameinuðu þjóðirnar ákveða að taka sína eigin reglu sjálfsákvörðunarrétt og meirihlutavald bara og kasta því til hliðar. Það sem svo athyglisvert í þessari bók kom mér kannski einna mest á óvart að þetta tilkall gyðinga, síónista, til lands á þessum slóðum byggir ekki á neinum sagnfræðilegum staðreyndum. Nei, þetta eru biblíulegar staðreyndir. Þetta er náttúrulega úr trúarritunum og þeir hafa ekki takt að sanna mikið aftur í tímann. Nei. Með þessi Íslendingasögurnar eru orðnar vafasamar, þó að sé örugglega sannleiksbrotur í þeim og fullt af hlutum sem raunverulega gerðust. En eins og Biblían, þetta er skrifað löngu eftir að atburðir eiga hafa eftir sér stað. Nú, síónistar sem voru veraldlega þenkjandi, þeir voru ekki trúaðir, þeir fóru ekki í sínagógu. Þeir voru þjóðernissinnar. Síónismi kemur upp í öldu þjóðernishreyfingarna fyrir aldamótin 1860-70 og þá. Og það kemur upp þessi hugmynd að þetta sé þjóð sem á ekki land, en átti land. Og þeir eru þá náttúrulega bara vitna í Biblíu goðsögurnar. Og þeim tekst að því að ef þú skoðar bara íslenska stjórnmálamenn á þessum tíma, hvað þá breska og þeir eru allir aldir upp í því að þessum sögum, Biblíunar og fyrir þeim þetta einhvers konar sannleikur. Það má vefengja þetta að gyðingar hafi átt þetta land frá örófi alda. Ef þú ert trúaður og eins og bara strangtrúaður gyðingur þá veit hann að Guð gaf þeim landið. Reyndar miklu stærra heldur en Ísrael, þannig að látt inn í öll Jórdaníu, hálft Líbanon og stór hluti Sýrlands og allt það. Það er gjöf Guðs. En þeir hafa náttúrulega ekkert í höndunum og ísraelski fornleifafræðingar segja við getum ekki fundið Davíð konung, getum ekki staðfest hann. Það búið að grafa í áratugi, 70-80 ár og eins og einn frægasti fornleifafræðingur Ísrael sagði, við finnum ekki eins og pottbrot. Þannig að auðvitað voru þarna ýmis konungaríki og ættflokkar, alveg örmull af þeim. Og þeir eru að vísa í þennan ættflokk sem átt að hafa verið stórveldi. Og það finnast að vísu engar þessar stóru byggingar og all þessi miklu menningar arfleið, hún finnst ekki. Eina sem vitað, eða mest af því sem vitað um þetta er það sem Egyptar skráðu En samt krafan byggð á þessum goðsögnum. Og niðurstaðan svo Hjálmtýr að Ísraelar, síónistarnir fyrir botni Miðjarðarhafs, þeir leyfa sér bara nú á dögum að ræna því landi frá Palestínumönnum sem þeim sýnist og komast upp með það. Það er niðurstaðan. Já, þeir hafa stuðning Bandaríkjamanna, þeir ESB með sérstaklega að díla við þá eins og bara EES-samningin með okkur, þeir eru með sérkjör. Og þú sér til dæmis með Eurovision í dag, það er engin þjóð sem neitar að taka þátt. Þannig að þeir komast upp með þetta og þeir eru þeir eru dálítið mikilvægir reyndar það er ákveðin þáttur í þjóðlífi Vesturlanda sem
vopnaframleiðsla og alls konar framleiðsla á öryggisbúnaði. Þar eru Ísraelar mjög mikilvægir og lögreglumenn eru sendir alveg unnvörpum og hermenn á námskeiði í Ísrael vegna þess að þeir hafa heima aðstæður til þess að þróa vopnin. Þeir eru búin að vera með svona rannsóknarstöð, Palestínumenn, hvernig á að beita búa til vopn. Þannig að þeir eru búin að koma sér í þær aðstæður að geta verið samþykktir landræningjar. Já, það má segja það. Til hamingju með þessa bók, Íslandsstræti í Jerúsalem eftir Hjálmtýr Heiðdal, eina af þessum bókum sem átti að vera heimildamynd en endaði á bókfelli og innilega til hamingju með þetta. Við ætlum að fjalla ritaskrá Trausta Valssonar skipulagsfræðings hér eftir andartak. Hann sestur hjá mér, Trausti Valsson, skipulagsfræðingur, einn sá fyrsti, ef ekki svo fyrsti á landinu og hann að endurútgefa allt sitt merka og mikla ritsafn. Trausti, hvað fékk þið til að gera þetta? Þetta mikið safn. Já, sko, það nú fyrsta lagi að einhvern veginn legið vel fyrir mér að skrifa og einmitt að nota líka mynd og kort og texta saman. Akkurat. Það náttúrulega skipulagsmálin að þau eru þess eðlis að það ekki hægt að komast án af myndarinnar. Nei. Og þannig að þetta lá nú fyrir. Ég held að, ég get nú bara sagt að ég var nú þegar í Lindó, í fyrsta og öðrum bekk, komin í rítnefndi skólablaðinu og teiknaði myndir og forsíðu og fyrirsagnir og hvað eina. En þú ert búin að vera rosalega eljusamur. Já, þetta eru 14 bækur. Já, þetta mjög mikið. Þær eru kannski ekki mjög þekktar, þetta náttúrulega fræðirit sem já. Og svo útgefendur mínir, Þorsteinn í Fjölva og Háskólaútgáfan, þeir auglýsa nú ekki mikið. Nei. En þetta eru líka bækur sá sem að seljast á löngum tíma. Já, og hafa ratað til sinna. Já. Þetta eru, hafa þarna 2, 3, 4, verið gefnar út í 1500 Já. Þannig, og svo uppselt. Einmitt. Þannig að það segir nú það einhver að lesa þetta. Já, og hvað sammerkt með þessum bókum, Trausti? Ertu að segja okkur til syndana? Já, ég nú hippakynslóðinni og ég var í Vesturbelín það sem einn af þessum mestu suðupottum og Þjóðverjar eru líka svolítið þannig að það eins og hipparnir sögðu það er allt vitlaust og treystu engum yfir 30 þannig að ég var í þeim gír. Svo fær maður líka þarna með yfir Þýskalandi, þetta sem kallað þýskur besserwisser. Já, sjálfviti. Ég vildi alltaf hafa réttu skoðun á öllum hlutum og endilega þurfa að þið koma hennar framfæri. Þú ert sjálfviti. Já, ég það en svo ég nú aðeins að þroskast og nú hann að sjá, það hefði ekki verið gott að ég sé það að það hefði ekki verið svona kannski ofboðslega mikið þörf að mín rödd verði þetta áberandi. Nú í dag ég Jón Hóvarari, en ég hættur að skrifa bækur. En ég þó að miðla þeim. Maður búinn að eyða miklum tími að setja þetta saman. Akkurat. Og þetta kostar náttúrulega hver bók margar milljónir að koma þeim út og útgefendurnar eiga mikla þökk þar skilið. Já. En svo þegar þetta voruð uppselt, sérstaklega vegna þess að háskólastúdentar þeir eru sniðugir í tækninni og vilja þetta helst litla farsíman sinni eða eitthvað og mér sagt að bara háskólaútgáfunni og bóksölu stúdenta sem með þessar námsbækur fyrir stúdenta það stór minnkað salan þeir taka jafnvel bækur og kennslubækurna bara á fyrsta degi og skanna þær og allir lesa þetta ókeypis og eru með þetta, þau eru ekki að burðast með þetta, er þetta með þeim í símanum hjá sér. Það eru kostir og gallar við þetta. Já, en þetta nú bara þegar litið yfir söguna þá er tækninni alltaf að breytast. Ekki þannig vorum við þetta upprúlla svona. Eftir því. Og svo náttúrulega við bóklegum þjóð lengi vel. Og þá náttúrulega rosalega mikilvægt að þegar bókin kemur þá þetta þvílíkur fengur fyrir þjóðina og blaðið. Þannig að við höfum elskað, held ég, bækur flestum þjóðum meira. Einmitt. Og þær hafa verið okkur svona hjartfólgnar í eðlisínu, bókin að koma við hana. Já,
Það dálítið merkilegt að við bara, við erum í ástarsambandi við bókina. Ég til dæmis elska það bækur það mikið, byrja alltaf að tefa og alveg mjóta lyktarinnar, bæði pappirinn og prentsmessin. Segðu, láttu mér ekki það. En ef við skoðum þinn höfundaferil, þá ertu náttúrulega fyrst og fremst að fjalla eðli málsins samkvæmt skipulagsmál. Hvernig hafa skrif þín þróast svona frá fyrstu tíð til síðustu bókar? Já, ég byrjaði náttúrulega að skrifa blaðagreinar. Og ég hef skrifað með 150 greinar, blaðagreinar. En svo þegar maður er búinn að svona safna í sarpinn, að þá ekki alveg sem mikið skrifa að koma sér yfir á bókina. Og það bara sakrað áhuginn, sko. Bókin sem heldur á fyrsta skipulagssaga borgarinnar, Reykjavík vaxtarbroddur, þróun höfuðborgar. Ég las þessa bók á sínum tíma. Hreyft mig af henni. Já, gott að heyra. Þetta rekur í söguna bara. En hún hefur ekki verið til í 20 ár. Já. Og þess vegna tel ég að þetta sé fengur að þetta núna allar þessar 14 bækur með ýmsu ítarefni sem ég hef sko haft heilmikið fyrir að safna saman, umfjallanir og viðtöl, alveg yfir 40 blaðsíður sko, sem þarna á heimasíðunni. En hérna rekur til dæmis skipulagssögu Reykjavíkur, alveg sko yfir í Elliðaárnar og svo framvegis. Sko hvar hafa Reykvíkingar gerst sín mestu axarsköft þegar kemur að skipulagsmálum? Hún oft dreifð, borgin? Já, það sko, það var nú sjálfur sem merkt framtak að fá Danina þarna til þess að, þetta má eiginlega byrja, ég rek þetta nú reyndar sko alveg aftur til 1948, þá kemur út skipulag sem að hefur öll þessi einkenni hinna módernísku borgar. Hraðbrautir, stór, ofstór, grænsvæði sem leiðir til dreifingar. Og svo kallað sóning eða aðgreining starfsemi, sko, svegghverfin fyrir utan og svo unnið á öðrum stað og verslað fyrir þriðja. Og þá þetta bara þannig að þetta eru endalausa ferðalög. En aftur á móti til með eins og ég ólst upp í Reykjavík, þetta var allt blandað og við fórum alltaf bara fótgangandi í skólan, í búðina og hvað sem Þetta eru mistökin, stóru mistökin. Já, það að fara frá blönduðu borginni, já. Því að það, sko, ef þetta verið að blanda þessu, að þá fyrst alveg hverfi skemmtilegri og lífilegri. Og svo bara myndast þá hverfi stemning, svo hérna í gömlu Reykjavík, ég menn þá sem staðar. Og þetta eru alþjóðleg mistök. Þú ert að segja okkur að við erum búin að fletja svolítið út samfélagið. Já, og gera það vélrænt, sko. Þetta eitthvað í vélinn verður fyrirmyndin og þetta lítur ofboðslega flott út á kortum. Þarna bara seguhólkið og þarna ferði í vinnuna og við vorum svolítið svona Napóleónar. Svona, og ég man eftir því, sko, svo var einhver að koma eitthvað að spyrja, maður vildi vera nú ekkert voru hrifinn af því, maður vildi bara fá að ráða þessu, hvað þetta er skipulagt. Það nú sem betur verið orðið meira það að það hlustað á fólkið. En á landsvísu, sko, þú hefur líka fjallað mikið skipulagsmál á landsvísu. Sko, má kannski nefna þessa bók, Skipulag byggðar á Íslandi frá landnámi til líðandi stundar. Þetta feikir mikið og gott verk og sko, þarna ertu líka að tala þau mistök sem við hefum gert og við náttúrulega lögðum vegina bara eins og við færum árabátum hringinn í kringum landið. Þetta byggðamynstur hestvagna og árabáta og þá þetta ótelandi smái staðir. Og svo þegar til dæmis orðið jafnvel sæmildi vegakerfi að þá halda menn í þessa litlu staði og til dæmis ég held á Eyjafjarðarsvæðinu, ég held að séu 9 hafnir. Og meðan að þetta verið sko tekið saman í eitt stórt sveitarfélag eða svona yfir svæðisstjórn að þá hefðu menn kannski hugsað sem svo líka sérhæfing á höfnunum Þarna fiskihöfnin, þetta náttúrulega að gerast í dag. Og ég á sínum tíma var með þessa hugmynd að búa til sérstakt Íslandsskipulag. Sko byggðastefnan hefur alltaf verið þetta meira að minna svona ölmusu og bara þarna segir ykkur ég þarf líka að fá peninga og ég vísaði þar til dæmis til það var nú mikið í gangi umræða Chrysler sem var alveg fara hausins og koma í að góka þarna inn og
og hann var miskunnlaus í því bara að fækka litlu verksmiðjunum og búa til stórar öflugar. Og þetta var gert til dæmis á Norðurlandi með Akureyri. Austfirðingarnir fara út í fjölkjarnastefnu og það sjúkrahúsið í þessum bæ og menntaskólinn í þessum og þá var það ekki til þessi því að við þjónusta þarf dálítið stóran kjarna. Okkur mistókst sem sé að búa til sterku kjarnanar hringinn í ykkur landið. Já, það er svo... Ef Akureyri er undanskilin kannski. Já, tókst á nokkur leyti á Ísafirði og Egilsstaðir, ég var mikið að spjalla við menn á sínum tíma, en það var ykkur anduð á Egilsstöðum. Þetta voru bara framsóknarmenn og... Þetta er hreppapólitík. Það er það sko, svo var þessi sko, og vildi ekki láta sko þetta litla sveitaþorp sem var þá. Nú er þetta, lega Egilsstaðir er náttúrulega mjög góð við hringveginn og svo vegir í allar áttir niður á firðina sko. En þetta var skammsýni. Og ég reyndi hvað ég gat að benda á þetta, en þetta þurfti náttúrulega ofboðslega pólitískan kjark, en samt er þetta svolítið að gerast. Sveitafjölin, sko þarna kvótinn hjálpar til að færa, það er ekki hægt að reka út tíma útgerðarfyrirtæki nema að draga þetta saman í ferri og stóra og öfluga kjarna. Akkurat. Og svo er bara náttúrulega fullt af stöðum sem að ég held að sko er alltaf að minnka. Já. En að lokum, þú veist, eigum við að leggja alvöru vegi þvert yfir landið, yfir hálendið? Já, það hef ég verið minn stóri boðskapur, stytta leiðirnar út á land og það er sérstaklega millit með Suðurlands og Norðurlands og það er mjög mikið stytting, sko, það er bara uppsittin Árnessýsla eru mjög nálægt Túnasýslunum, bara 200 kilometrar eitthvað, svo það er bara skottur upp í kaffi, sko. Og ég vil þó að sé verið að þjóðgarðarnir erlendis og Yosemite og svona og Yellowstone. Þetta eru sko, það eru vegir þarna og gistihús og hvað eina, sko, ég veit ekki hvað að fara langt í því. En jú, má ég bara bæta við, Sigmundur, að þeir sem vilja sjá þessar bækur ókeypis, það er mjög einföld að googla bara nafnið mitt og Google er með eitthvað, það er kerfið að setja þetta háskólaprófessorana efst. Það er bara að íta á efsta takkan og þá er þessar 14 bækur og allt ítarefni til. Flott, þú veist, og til hamingju með endurútgáfu og öllu þínu góða höfundarsafni. Takk fyrir. Förum að segja gott að þessunni úr bókahorninu, hérðan úr Pennanum Eymundsson í Austurstræti, en ég hugsi verði norðan heiða í næsta þætti í Pennanum Eymundsson í Hafnarstræti. Sjáumst þar, en í millitíðinni njótiði góðra bóka og lesið.